Kíma hérna. Er eitthvað annars slóði? Vorum ekki að testa. Þá býð ég öllum góðan dag og velkomna til fundar í bæjarstjórn númer 230 miðvikudaginn 27. febrúar klukkan 17:30 og set hér með fundin. Til fundarins eru allir aðalmenn bæjarstjórnar mættir og áður en við göngum til dagskrár þá langar mig að leggja fram leita afbrigða með fundagerð skipulagsnefndar númer 67 sem myndi verða 9. mál á dagskrá og þeir sem eru sammála að taka hana til meðferðar gefi merki. Það er samþykkt samhljóða og þá göngum við til dagskrár. Á dagskrán er 11 mál og áður en við förum í fyrsta mál þá langar mér að vekja athygli á vanhæfi mínu sem hér stendur í máli númer 2 og 4 og mun því ekki taka þátt í atkvæðagreiðslu það mál, eða þau mál. Fyrsta mál á dagskrá er mál til umsagnar frá nefndasviði Alþingis. Það er drög að frumvarp jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem eru lögð fram til umsagnar. Innviðaráðuneyti hefur ákveðið að framlengja samráðsfrest og er það hér með lagt fram. Orðið er laust. Og engi hvað þessi hljóðan það, þá vindum okkur í mál númer 2. Það er samkomulag Hafnargata 101, tekið fyrir 10. mál á dagskrá bæjarráðs, númer 420 frá 19. febrúar. Lögð fram drög að samkomulagi uppbyggingu við Hafnargötu 101, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs satt fundinn og sá sem hér stendur vék af þessum fundi á þeim tíma. Afgreiðsla bæjarráðs hljóða þannig: bæjarráð samþykki samhljóða drög að samningi og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Og orðið er laust. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, það er samkomulag Hafnargötu 101. En mér langar nú bara til að koma hér upp og fagna því við sem að fara væntanlega að samþykkja áformum uppbyggingu á þessum reit, Hafnargötu 101. Eins og staðan er núna þá stendur þarna gamalt frystihús sem er mjög illa farið og hefur verið hættulegt börnum og unglingum sem hafa sótt í að fara þarna niður eftir og nota þetta sem einhvers konar leika eða skemmtisvæði sem að er náttúrulega alls ekki ásættanlegt og er bara mikil slysagildra. En nú stendur þess að til að fara í niður og uppbyggingu á lóðinni og er eitthvað sem núverandi bæjarstjórn er búin að vinna í töluverðan tíma. Og svona fyrir mína parta þá líst mér bara mjög vel á þessi áform að þarna rísi bland af íbúðum og þjónustu og auk þess er bara fyrst mér mjög gott mál að elsti hluti frystihúsin kemur til með að fá að standa í þessari nýju uppbyggingu sem þarna kemur til með að koma að verða. En já, ég er bara ánægður með að þetta skulle koma á þennan stað. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið er ennþá laust. Nú ef fleiri vilja ekki kveða sér hljóðs, þá legg ég þetta samkomulag til samþykktar og þeir sem gefa merki, vinsamlegast geri það. Það er samþykkt samhljóða með 6 atkvæðum. Þá förum við í 3. mál. Það er lóðaleigusamningar fyrir hesthúsahverfi og það er tekið fyrir 8. mál á dagskrá fundar bæjarráðs númer 420 frá 19. febrúar. Lögð fram nýju drög að nýju lóðaleigusamningum í hesthúsahverfi auk minnisblaðs verkefnastjóra umhverfis- og skipulagssviðs. Afgreiðsla bæjarráðs hljóðaði þannig: bæjarráð samþykkir samhljóða tillögur að nýju lóðaleigusamningum í hesthúsahverfi og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust. Björn, gjörðu svo vel.
Já, forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég ætla nú bara að lýsa ánægju mínu með líka að þarna sé að komast á samningur, nýr lóðalegu samningur og kannski löngu tímabært. Og með því að gera þetta með þessum hætti, að gera þetta svona með formlegum hætti, þá hefur verið að tryggja það að þessar lóðir sem þarna eru og þessi byggð sem þarna er sé þá notuð fyrir hesthúsabyggð eins og lagtar upp með í upphafi og girt fyrir að þarna sé nú verið notað sem eitthvað geymsluhúsnæði og eitthvað ruslarsafnandi í kring sem að mér hugnast ekki. Og svona þar fyrir utan er þetta bara í samræmi við jafnræðisreglu að það sé lögð lóðarlega á lóðir bara almennt. Þannig að ég held að þetta sé bara það besta mál að við sem að klára þetta hér vonandi á eftir. Takk fyrir þetta og ég ætla að nota tækifæri kannski líka og taka undir með Birni varandi það að það er ásýnd og eins og maður segir ásýnd og umherða svæðis að það sé mjög mikilvægt að þau svæði sem við skilgreinum til sérstakra notkunar eins og hesthúsabyggð að það sé virt og það mun leysast þá væntanlega með þessu nýju samningum og tryggja það að svo verði áfram. En orðið er laust áfram undir þessum lið og engi vill kveða sér hljóðs að þá legg ég þessa lóðalegu samninga til samþykktar, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá eru komin í 4. mál á dagskrá, það er aðal- og deiliskipulagstillaga Hafnargötu 101. Tekið fyrir 3. mál af 67. fundi skipulagsnefndar frá 18. febrúar síðastliðnum. Lögð er fyrir breytingu á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulagi við Hafnargötu 101 sömu landnotkun er að ræða og áður en auki byggingamagn í aðalskipulagi, útfærslu mannvirkja í deiliskipulagi og frekari skilmálum lóðar. Afgreiðsla skipulagsnefndar var svohljóðandi: nefndin tekur vel í aðalskipulagsbreytingu og nýtt deiliskipulag við Hafnargötu 101. Nefndin leggur til við bæjarstjórnar málið fái málsmeðferð sem óveruleg aðalskipulagsbreyting samkvæmt annarri málsgrein 37. greinar og nýtt deiliskipulag verðist kynnt samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og orðið er laust. Andri, gjör svo vel. Já, takk fyrir forseti. Ég tek undir allt það sem Björn sagði áðan 101. Þannig er að fara að rísa bara fallegt bara flott svæði og flott bygging sem mun örugglega bara vera þessu sveitafélagi til mikið sóma og mun breyta ásýndinni þarna verður gamalt úr sér gengið hús rifið en hús sem á sér mikla sögu og verktakinn þarna tilbúin að halda í hana að einhverju leyti með að varðveita hluta á húsinu og endurbyggja og þar held ég að hann sé að koma til móts við þá kröfu sem sumir leggja að hér sé að halda í þær minjar sem þarna var því þetta fristhús hafði mikið að gera við uppbyggingasögu hér í sveitafélaginu en mér líst bara mjög vel á þetta og ég held að þetta muni bara eins og ég segi bara vera mikið bót fyrir sveitafélagi og þarna mun vera eitthvað svona framtíðarsvæði sem mun hafa áhrif á allt hann í kring og vera svona upphaf af breytingu á hafnarsvæðinu. En öðru leyti tekið undir allt sem Björn sagði áðan en samt þarna er að koma íbúðabyggð og við verðum samt að vera skynsum að það sé ekki ofhröð uppbyggingina og eftir fund minn með þannan verktaka þá skilur hann það líka að hér þurfa innviðir að byggjast upp í takt við íbúðarþróuna. Þannig ég bind mikla vonir þannig en við verðum samt að vera varkára að við séum ekki að byggja upp hér ofrætt íbúðabyggð og innviðir ráða ekki við það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Orðið er ennþá laust og ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs þá
legg ég til að þeir sem að staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar gefi merki. Það er samþykkt samhljóða 6 atkvæðum. Þá erum við komin í 5. mál á dagskrá. Það er kosning í ráð og nefndir. Lögð er fram tillaga að breytingu í skipan frístunda- og menningarnefnd. Sædís María Drimkovska hefur flutt úr sveitarfélaginu og víkur því sæti úr nefndinni. Í hennar stað er lagt til að tilnefnd verði Björg Ásta Þórðardóttir en hún verði jafnframt varaformaður nefndarinnar. Er einhverjir sem vilja kveða sér hljóðs þessa tilnefningu? Ef svo er ekki, þá vinsamlegast gefið merki sem samþykkja þessa tilnefningu. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fyrirgjöð. Kannski bara þakka Sædísi fyrir. Já, fyrirgjöð. Góð áminning. Bæjarstjórn taka það fram hér að bæjarstjórn vil þakka Sædísi Maríu fyrir störf hennar í þágu sveitarfélagsins. Og óskum henni velfarnar á nýjum stað. Þá er það næstu mál sem eru til kynningar. Það eru fundargerðir bæjarráðs sveitarfélagsins, bæjarráðs nr. 419, 420, svo erum við með fræðslunefnd sveitarfélagsins nr. 112, skipulagsnefnd nr. 67, frístunda- og menningarnefnd nr. 121 og svo afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 96. Og orðið er laust allar þessar fundargerðir, ef eitthvað vil kveða þessu hljóðs. Eva, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að renna yfir nokkuð mál á dagskrá sem voru dagskrá 121. fundar frístunda- og menningarnefndar síðastliðinn fimmtudag. Það er svona léttunótunum. Þannig að við byrjum á máli númer 3, fjölskyldudagar 2025. En það er svona mín sönn ánægja að segja ykkur frá því að við erum farin að huga að undirbúning fjölskyldudagana og höfum við átt okkar fyrstu umræðu framkvæmd hátíðarinnar. Og næstu skref er að boða félagasamtökin okkar á fund og að halda þeirri umræðu áfram. En sjálfsögðu var fyrsta mál á dagskrá að bóka góða veðrið og það höfum við gert. Tjekk. Mál 4, svæðisskrifstofa UMFÍ. Það er gaman að segja frá því að UMFÍ og ISÍ hafa komið á fót 8 svæðisskrifstofum land allt eins og fólk hefur kannski lesið í vikufréttum. En þessar svæðisstöðvar hafa verið opnaðar með stuðning frá mennta- og barnamálaráðuneytinu og er einn þeirra staðsett á Reykjanesinu. Við fengum heimsókn frá svæðismönnum skrifstofurinnar sem þjónustu okkar svæði, Petru Rut Rúnarsdóttir og Sigur Friðrik Gunnarsson og kynntu þau starfsemi svæðisskrifstofurinnar og helstu verkefni tengd henni. Hún er meðal annars ætlað að styðja við íþróttahéraðið við innleiðingu á stefnu íþróttahreyfingarinnar og ríkisins í íþróttamálum. Og mér langar bara til þess að þakka þeim fyrir að kíkja í heimsókn til okkar og kynna þetta spennandi starf sem þau sinna og vona ég að hér sé komin brú á milli íþróttafélagana og hreyfingarinnar hérna á Reykjanesinu sem mun efla starfsemi okkar og ekki síst samstarfs. Mál 5 er ályktun FÍIT en þannig var að nefndinni barst erindi frá félags íþrótta, æskulýðs og tómstundafulltrúa á Íslandi, skammstafað FÍIT, þar sem skorað er á íþróttahreyfingun á Íslandi ásamt stjórnvöldum og sveitarfélögum til þess að taka umræðu áfengissölu á íþróttaviðburðum á landinu. Með leyfi forseta þá langar mig að vitna í bókun. Frístunda- og menningarnefnd sveitarfélagsins Voga fagnar ályktun félags íþrótta, æskulýðs og tómstundafulltrúa á Íslandi sem var samþykkt á haustfundi félagsins. Ályktun samræmist forvarnastefnu sveitarfélagsins
sem leggur áherslu á að skapa öruggt og heilbrigt umhverfi fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur. Ályktun er skref í rétta átt til að efla heilbrigt samfélag og tryggja að íþróttir haldi áfram að vera jákvætt afl í lífi barna og ungmenna. Nefndin skorar á aðra hagaðila að taka þessa ályktun til hliðsjónar í framtíðarákvörðunum sínum. Og svo langar mig til þess að bæta við þetta, að þetta helst alveg í hendur þar sem samfélagið að takast á við og að vinna í forvörnum og áfengis- og vímuefnanotkun ungmenna og búin að vera mikið í umræðinu í dag. Og svo bara enda með máli 6, það öskudagurinn, hann náttúrulega bara eftir slétta viku. Það var að koma inn auglýsing fyrir þennan viðburð á heimasíðu sveitarfélagsins og þessi viðburður ætlaður yngri kynslóðinni og mæli ég með að fólk kíkja á hana, kynna sér og taki þátt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eva. Og við erum ennþá í öðrum fundagerðum og orðið er laust. Ef einhverju vilja kveða sér hljóðs. Svo er ekki. Þá eru þær lagðar fram að sjálfsögðu og þá segi ég fundi slitið 17:50.